Það er leikur á föstudaginn, hvernig svona leggst hann í þig? Mjög vel, ég hlakka mjög mikið til, gaman að spila á heimavelli aftur og við höfum ekki spilað við Noreg mjög lengi og ég held að þetta verði mjög skemmtilegt próf fyrir okkur og auðvitað mikilvægur leikur líka, þannig að já, ég er bara full tilhugunar. Hvernig heldur að Þróttarvöllur verði sem heimavöllur? Bara góður sko, gervigrasið er mjög gott. Já, þú veist, ég þarf ekki að fara að ræða kannski einhverja pólitíska hluti aðstöðu á Íslandi en úr því sem komið þá held ég að Þróttarvöllurinn sé bara mjög fín og ég er ekkert stærsti aðdáandi þess að spila á Kópavogsvelli þannig að ég er bara sátt. Já, sem valsari þá? Já. Bara að þú veist, hvað er það í norska liðin sem við þurfum að stoppa? Er eitthvað sérstakt? Þær eru náttúrulega með bara einstaklinga innan síns lið sem eru ógeðslega góðar, topp leikmenn fram á við. Þannig að við þurfum auðvitað að stoppa þær og svo er það bara kraftmiklar, þetta er skandinavískt lið, þær eru sömuleyti svipaðar og við, mjög kraftmiklar, góðar í föstum leikatriðum líka en ég held að við séum ennþá betri. Þannig að já, það er hitt og þetta en við verðum vel undirbúnar á föstudaginn. Hvernig sérðu stöðuna þín í landsliðinu? Er það að gera alltaf sterkt tilkall í byrjunarliðssæti? Langar það að vera alltaf í byrjunarliðinu? Já, ég held að það væri skrítið að mér myndi ekki langa að vera alltaf í byrjunarliðinu. Ég hef fengið hlutverk, ég hef fengið að spila töluvert, stundum er ég á bekknum, stundum er ég ósátt með það en ég tek því hlutverki sem ég fæ og já, reyna að mastera það. Verður væntanlega öðruvísi að vera án Glódísar, hvernig leysum við það? Það kemur maður í mannstað að við erum með nóga góða miðvörðum en við munum auðvitað sakna Glódísar en ég held að það sé bara tækifæri fyrir okkur allar hinar að stíga upp sem leiðtogar innan og utan vallar og fyrir miðverðina sem fá að spila í staðinn fyrir hana til þess að sýna sig og sanna þar. Ef við förum aðeins út til Leicester, ef við byrjum bara á þinni heilsu, hvernig er bara staðan á þér? Já, ég er bara góð. Ég lenti í smá vægilegum meiðslum eftir seinasta landsliðsverkefni en já, ég er bara, mér líður vel núna þannig að já, tilbúin að láta til mín taka á föstudaginn. Komur bara á fullt, orðin 100%? Já, þetta var náttúrulega stuttur tími á milli landsliðsverkefna þannig ég náði ekki að spila mikið með Leicester en ég er búin að vera að æfa í nokkra vikur og líður bara mjög vel þannig að það er ekkert vandamál. Hvernig er bara lífið á Englandi í Leicester? Það er bara gott. Ég er ennþá að venjast aðeins menningun á Englandi og fótboltanum líka. Levelið er mun hærra en það sem ég er vön en mér líst mjög vel á aðstæður og hlakka bara til að sýna mig og sanna enn fremur. Hvernig gengur liðinu? Heyrðu, okkur er bara búið að ganga nokkuð vel seinustu vikurnar. Það var svolítið ströggl í byrjun tímabils en seinustu vikur erum við búin að vera að ná í úrslit og frammistaðan er að verða betri og betri. Þannig að ég held að allt sé að fara í rétta átt og við munum byggja enn frekar á það sem við höfum verið að gera. Ertu að spila út á kantinum eða frammi? Ég er búin að vera að spila bara frammi þar. Það er búið að vera svolítið meiðsli þar þannig að ég er framherji eins og staðan er núna og svo sjáum við til hvort það er eftir hvað að breytast í framtíðinni. Er eitthvað, hvað endarspröttun eftir í þessu, hvað er svona stefnan, hver er stefnan hjá Leicester? Já, það eru bara 4 leikir eftir í okkur og við erum að stefna á 12 stig úr þeim leikjum, það verður verðugt verkefni, næsti leikur er móti Arsenal en já, við erum bara að stefna á að klifra eins mikið og við getum í töflunni, við erum í 10. sæti núna en búin að vera svolítið fastar þar, held við séum bara búin að vera þar alveg síðan ég kom, þannig að já, við erum að horfa upp á við frekar og niður á við svo sannarlega, þannig að já, það er tækifæri fyrir okkur að ná í 12 stig og við ætlum að reyna að gera það. Hefur eitthvað komið þér á óvart eftir að þú komst til Englands? Nei, ekkert endilega en ég vissi að ég væri að taka stórt stökk en deildin er virkilega sterk og mjög svona líkamlega mikill barningur og maður hefur lítinn tíma á boltan og ég finn alveg fyrir því að ég þarf að bregðast við því en ég myndi kannski ekki segja að það hafi komið mér mikið á óvart, nei. Ef við spólum aðeins tilbaka bara til janúar þegar þú taka þessa ákvörðun, var erfitt að segja bless við Kristján og hoppa á Leicester? Sko, Leicester er draumatækifæri fyrir mig. Ég er búin að stefna því síðustu ára að komast í ensku úrvalsdeildina og þau sýndu mig mikinn áhuga og það eru geggjaðar aðstæður og allt í kringum liðið er alveg topp. Þannig að þú veist, það var ekki erfitt að segja já við Leicester en það var ógeðslega erfitt að fara frá Kristjánstað því að mér leiði ógeðslega vel, fekk nákvæmlega það hlutverk sem ég vildi innanvallar og var að þróast sem leikmaður og hefði haldið áfram að bæta mig en ég mun líka halda áfram að bæta mig í Leicester þannig að það er lúxusvandamál að hafa 2 góða kosti að veljum. Þegar þú skrifaðir nýjan samning við Kristjánstad, vissirðu að Leicester væri að fylgjast með þér? Já, ég var búin að tala eins við Leicester áður en
ég vissi ekki að það væri áhuga á akkurat þeim tímapunktu og þetta væri að fara að gerast í janúar og þegar þetta gerist þá gerist það virkilega hratt, þannig að ég vissi að þau vissu af mér og ég hafði talað við þjálfarana þar áður en ég vissi ekki að þetta væri svona nálægt í að verða veruleika en svo gerðist það sem er geggjað. Varstu þú með opinn hug þó þú væri búin að skrifa undir og gæti verið að fara eða hvernig sástu þetta? Nei, í raunin ekki. Ég skrifaði bara undir hjá Kristjánsstað og þá setti ég 100% einbeitingu þangað en það, já, auðvitað var það möguleiki og ég var í sambandi við umboðsmanninn minn mér langaði að fara að taka næsta skref sem fyrst en hvort það væri að fara að gerast þarna eða í sumar eða eftir tímabili, það var ekkert sem var neglt niður í stein en svo kom þetta upp og mér langaði að stökkva það. Bara takk fyrir þetta Hlín og gangið vel á föstudaginn. Takk hérlega.